Jæja, sæl og blessa ný, hann sestur hérna hjá okkur Hugo sjálfur, sæl og blessaður Hugo. Hvaða heilræði ertu með í dag? Já, sko, þegar maður les fréttir, bæði utan á heimi og hérna frá Íslandi, þá sér maður stundum að það svona, fólk hegða sér að gera hluti sem að, sko, maður svo skrítið að skuli gera. Sjáum bara eins og í New Orleans, þegar að verður svona erfiðleikar og lamast til dæmis löggæsla og því að við sjáum einhvern veginn hið versta koma upp í sumu fólki, það besta í öðrum, hjálpa stað, styðja hvert annað og svo það versta í öðrum. Við sáum í Asíu hamparni þar, flóðbylgjuna, þar voru hópar af mönnum sem voru því sem best að ræna börnum til að selja þau, nota sér neyð annara. Svo horfum við hér heima það sem eru ofbeldisverk, heimilisofbeldi, alls konar ofbeldi, einelti, náttúrulega eitthvað ofbeldi miklu smærra sniði heldur en það sem ég var að tala út í heimi. Og ég held að það til dæmis hljóta að vera eitthvað sem að ekkert foreldri myndi vilja sjá að barnið yrði gerandi í ofbeldismáli. Ég held að ekkert foreldri myndi vera stolt og ánægt yfir því. Og ég hef kannski velta fyrir sig hvernig kemur maður veg, eða sko ekki hvernig kemur maður vegferð, heldur hvernig maður sko elur barn þannig upp. Já, rauninu getur svolítið sett sig í spor annara. Vegna þess að sá sem kann það, sá sem hefur fengið þjálfun og leiðbeiningu í að setja sig í spor annara, hann að mínu viti og rannsóknir sína ólíklegri eða minna líklegri til að beita aðra ofbeldi ef hann skynjar svolítið hverja afleiðingar þær eru. Við höldum alltaf að til dæmis, ef við hugsaum bara einfalt ofbeldi eins og einelti, þá yfirleitt heldur fólk að sá sem leggur einhvern einelti skynji líðan hins og finnist allt í lagi af þessum að heiti fórnarlamb að hinu líði illa. Ég hef náttúrulega búin að vinna að þessu í meira en aldarfjórðung og það nú næstum því alltaf þannig að sá sem gerandi í ofbeldi, hann hefur einhvern veginn fundið sér leið til að setja sig ekki í spor annara eða réttlæta eða sko forðast eins og heitan eldin að setja sig í spor annara. Þegar ég hef unnið með þá sem eru beita ofbeldi og maður getur svolítið skilið hvernig hinu leið, að þá reyna þeir að tala út og suður, reyna að forðast að svara þessari spurningu. Sama hvort eins og segir, kannski í einföldu ofbeldi sem nú alvarlegt eins og einelti. Og það svona, hvernig kennir maður það að setja sig í spor annara? Hvernig kennir maður börnum það? Einfaldasta leiðin, og sem ég held að sé nú ekki árangursríkust, að segja, myndið þú vilja svona væri gert við þig? Það að segja, sérstaklega í einhverjum hamagangi og ati, ég held að séu til dæmis miklu betri leiðir, foreldrar náttúrulega lesa, ef við húsum þeirra börnum yngri, þá lesa þau mikið fyrir krakkana. Og svona af og til, allar sögur eru þess eðlis að maður getur sagt, svona lagt á sig bókinu, hvernig heldur honum hafi liðið? Hvernig heldur hann hafi verið fyrir hann þegar þetta gerðist? Þegar hann sagði þetta, hún sagði þetta, hvernig ætla hann hafi orðið við? Að svona, vika kannski og dýpka söguna. Atburður í því sem við erum að lesa í fréttum, að segja hvernig hefur hún liðið, hvernig ætla hann að brugðist við, hvað ætla hafi gerst hjá honum þegar þetta gerðist. Ef við tökum bara einfalt dæmi núna í framhaldi af umræðinu okkar áðan, að maður getur svona bara hugsað svona helgina hvernig ætla Halldór Ásgeirsson hafi liðið þegar að Guðni kom svona með þessa yfirlýsingu. Ég meina ekki. Nei, ég meina hvernig verður manni við þegar að vara formaður? Þessi hugleikum maður getur leikið. Já, ég meina, og allt svona einhverja umræðu. Þetta kannski svona ígjur eða Gísla Marteini við þegar allt í einu að farið að fóta í prógráðunan. Einhvern tímann hef ég þá tilfinningun, ég get ekki staðhæfta eða aðhæfta eitthvað það. En þetta finnst mér hafa verið meira í samfélaginu áður fyrir en þessi hugsunarháttur finnst mér vera á undanhaldi. Að setja sig spor annað. Það getur vel verið. Það getur vel verið. Ég held ég myndi ekki vera sammálaður vegna þess að ég hef ákveðið það að allar hrakspár séu ósannar eftir ég las það að Aristóteles að heimur versnandi fer eða þessir unglingar sko nú til dags, það ég held að hafi verið sagt þá að ég aukvöld að okkur fer fram sem sagt en það samt margir og samt það mjög áberandi, það svo margir kunni ekki þessa tillit sem að setja sig í spor annað að fá þessa umræðu, hvernig heldur hann á liði, hvernig ætla hann á orðið var? Ýmis blöð
þú veist, DFF, hvað heitir þetta, hér og nú séð og heyrt, virðast oft tíðum vera svona ansi hvöss. Við tókum eins og til dæmis með það sem að hér og nú skrifaði Bubba, þá var einmitt sagt hvernig þetta fyrir börnin hans, börnin þeirra, hvernig hefur þetta orðið, hvernig líður þeim með þetta. Ég held að það sé allt í lagi, við eigum þessa umræðu og þá er þess að foreldrar að eiga þessa umræðu með barninu sínu svo það læri það þegar einhver er skilinn út undan og hvernig alltaf sé fyrir hann. Mér langar samt til að undirstrika sko, að það er miklu betri leið að segja mundir sko, hvernig hefði þér líðið. Nei, að vísu flesti segja hvernig myndi þér líða svona væri gert við því. Við erum mjög sterk að setja sér spor annar að segja getur þú svolítið skilið hvernig honum leið þeim sem eru með þér á leikskólanum á deildinni í bekknum getur þú sett í spor hans það er ekki það sama og myndið þú vilja þetta væri gert við þig. Ég er kannski sterkur og traustur og get tekið hvað sem er. Hvernig leið hinum? Takk fyrir þetta, Hugo. Þetta voru góð ráð og það er að skoða þetta betur á heimasíðu Hugos, hugo.is, hvetjum til þess en nú er komið að 8 fréttum.